Jæja, þá ætla ég að sýna ykkur hvernig ég nota Ravelry og ég byrja á því bara að logga mig inn, skrá mig inn með mínu notendanafni og svo aðgangsorði og maður fer fyrst í raun á forsíðu Ravelry þar sem skiptum á nokkra daga fresti áherslur. Núna greinilega verið að fara í gegnum svona liti og hérna eru það bleikir litir til áherslu það og hérna og svo bara þar fyrir neðan, þetta svona eins og fréttasíðan hjá þeim, þannig verið að sýna hvað hefur verið lögð áhersla á hérna Halloween þegar það var og Rhinebeck peysurnar og fullt af svona sem að ég svo sem ekkert mikið að skoða sjálf. Nú, ég ætla að byrja að fara með ykkur bara beint inn í minn prófíl og það, maður finnur sinn prófíl hérna efst í horninu hægra megin og ég smelli bara á hérna það sem stendur Hæja Helga R, View Profile og þá erum við komin inn á mína einkasíðu. Og þar eru nokkrir svona dálkar og eftir hérna verkefnin mín sem að ég hef skráð inn og hérna ykkur 4 sem ég með í röð en ég svo sem nota það ekkert sérstaklega en það svona ágætt kannski að maður þarf að getur ekki muna hvað maður ætla að gera næst. Og hérna svo mitt eigið bókasafn þar sem ég hef bæði náð mér í fríar uppskriftir og keypt uppskriftir. Hérna sjáu að ég hef skrifað eitthvað inn í einhverja þræði 444 sinnum og stassið eða garnlagerinn þar ætti að skrá hann hér en ég bara ómögulega nenni og ég með hjörtu við 176 hluti og það eitthvað sem ég ekki endilega komið í bókasafnið en svona finnst fallegt og með þetta í geymt sem sagt undir hjörtunum. Sumt reyndar komið inn í bókasafnið. Hérna sést að ég á 28 vini og svo hérna eitthvað komment sem ég veit ekkert endilega hvað og svo hérna forums. Og þar bara mínir póstar þar sem ég hef verið að skrifa inn á aðra þræði. Það svona flýtileið. Af því að sumi þræðirni geta alveg ummælunum inn á þráðunum geta skipt alveg 100 ef ekki 1000 og þá rosa erfitt að finna þinn þráð inn í þína umræðu. Og þá mjög þægilegt að fara bara þarna inn og líka til þess að rifja upp hvort maður hafi tekið þátt í þessum leik eða hinum leiknum eða hvað. Og svo hérna megin þá bara get ég farið hérna í Edit Your Profile, það þessar upplýsingar. Get ég sett þar inn og hérna sjáu að ég í 55 grúpum, öðrum grúpum. Og hérna, og ég ætla bara að byrja á því að fara með ykkur hérna í verkefnin mín. Og hérna venjulega set ég aldrei verkefni þarna inn fyrir ég búin að ljúka þeim en ég með nokkur sem eru skráð hérna sem WIP eða verk í vinnslu og meðal annars Hekla afgangateppi, þetta minningateppi ég reyndar hætt með og hérna búin að rekja upp þannig að ég þarf að finna út hvernig ég á að henda þessu út. Langalína þarna longline jakkapeysan mín eftir Hóhi Locatelli sem að ég hef sýnt nokkuð sem í podcastinu þessi hérna karríkula og svo hérna Rock Creek peysan, hún ég að gera hann úr léttlópa en hún svona bara í hvíld núna og þetta Bubbles, ég þarf líka að henda því út, það eitthvað sem að ég byrjaði á en fílaði ekki sambland af uppskrift og garni þar. Outline, ég man ekki einu sem hvað Jú, það eitthvað peysa, en ég greinilega ekkert að vinna í henni, þannig ég man ekki einu sem hvað Og hér, ef við förum bara hérna beint í auglubóka, að því að hér ég sem sagt búin með það verkefni og ég hef þann háttin á
að ég set alltaf myndir af kláruðum verkum inn á Instagram og nota svo myndirnar af Instagram til þess að setja við verkefni hinn inn á Ravelry. Ég er með bara svona tengingu þar á milli sem að maður borgar eitthvað smáraði fyrir að hafa. Og þá fer ég bara hérna í að ég er búin að fylla inn allar aðrar uppskriftir. Ég sýni ykkur það betur eftir hvernig það er gert, en datt í huga að nota tækifæri bara að sýna ykkur hvernig ég bæti myndunum við. Og þá fer ég bara hérna í Add Photos og þá opnast upp það sem ég hef verið að setja inn á Instagramið mitt undanfarið og það er greinilega búið að komast, nei, hérna er uglubókin. Þannig að hérna, þá bara tvísmelli á hann og þá fer hún hérna í Storing and Resizing og hérna get ég hendin út eða laga hann eitthvað eða eitthvað svo les. Ég er ekkert voða mikið að fykta í þessu. Þessu bara ég finnist with photos og þá er hún komin hérna inn og stundum birtist hún ekki alveg strax og þá fer ég bara íti aftur á details og þá poppar hún upp hérna og er þá komin inn og við förum bara aftur tilbaka í verkefnin og þá sjáum við að það er allt með myndum sem á að vera með myndum. Og hérna, ég er ekkert farin að setja hérna, ég er ekkert búin að vera að taka neinar myndir af þessum verkefnum og svoleiðis. En ef ég ætla að setja inn verkefni, þá fer ég bara í hérna Add Project og gef verkefninu nafn. Bara svona. Og ef ég nota uppskrift úr Ravelry, þá hef ég þennan debil rauðan og við segjum bara að ég hafa verið að gera bits and bobs blanket og fer svo bara hérna í continue. Ef ég nota enga uppskrift þá bara haka ég hérna ef uppskriftin er ekki á Ravelry þá haka ég í þetta. Síðan vil ég bara hérna continue og þá segir hún já, hérna er uppskriftin sem að þú ert að nota og þá vil ég bara choose this pattern og hérna getur svo sett inn fyrir hvern er þetta og linka á annan notanda, ég hef svo sem aldrei gert það og hvað stærð maður er að gera og svo getur þú bætt við uppskriftum ef að þess þarf og hérna getur þú valið hvers eðlis þetta er, hvort það sé prjónaskapur eða hekli eða hvað sem það er. Hérna getur maður svo valið nálastærð. Það er bara í slána og velur viðeigandi. Það er alltaf gefið upp í bandarískum nálastærðum og svo okkar sem eru vanar hérna á Íslandi. Hérna er hægt að setja inn prjónafestuna og svo er hægt að fara hérna í yarn eða garnið og segjum bara að ég sé að nota Baby Merino og svo fer ég bara hérna smelli í næsta dálk og þá kemur hún upp með alls konar tillögur af Baby Merino og hérna kemur hérna Gara Studio Drops Baby Merino og segjum að það sé það og þá er ég búin að linka það inn og þá koma upplýsingar það hérna við hliðina á. Og hérna fyrir ofan eru upplýsingar uppskriftina. Svo er hægt að velja hérna hvaða lit og annarkvort getur maður valið bara dökkgrár eða slegið inn númerinu sem er á dokkunni og þá hérna cirka hvaða hvaða litur það er og hérna er hægt að setja inn líka dælótt eða þá umferð sem þín dokka var lituð í. Þetta er rosalega þægilt ef maður er að gera stórt verkefni og er svo alveg að vera búið með það og uppgötvar mann vantar 5 metra þá getur maður gáð í hvaða dælótt það var og sett inn á netið á einhver Drops Baby Merino litur nú með þetta grár í þessu dælótti og getur rætta mér 5 metrum og það hef ég alveg gert.
Nú og hér hægt að setja inn sem sagt, hversu margar dokkur þú setur, en á því að ég eiginlega vikta alltaf mitt, þá fer ég í þarna, smelti í þetta til þess að geta sett inn að ég notaði bara 41 gram. Svo hægt að setja hérna hvað keypt hvar og hvenær og hvað kostaði. Ég bara hef ekki svo mikinn tíma á lausu, svo eldast við það. Hérna er svo hægt að setja inn svona ef þú hefur breytt einhverju, og ég nota þetta ofta ef ég er að gera sokka eða ef ég er að nota handlita, gatni mitt eða eitthvað slíkt. Og svo fer maður bara hérna í Save Changes og þá er ég búin að búa til verkefna síður fyrir þetta. Hér get ég svo reyndar bæði gert þetta áður en ég seifa eða festi þetta inn, þá get ég farið í þetta líka og þetta er til dæmis sem bara ég sé búið með það og það var ógeðslega gaman að gera þetta verkefni og ég byrjaði á því 14. nóvember og kláraði það í dag og þá get ég bara farið hérna í að vista breytingar og hér get ég svo farið inn í að bæta við myndum eins og ég sýndi ykkur á. En hérna því ég er ekki að ég eyði svo þessu bara út þessu verkefni á eftir að þetta er bara fyrkt hjá mér. Síðan fer ég bara aftur í nafnum mitt, smelti bara á þarna Helga Ar, þá fer ég aftur á þessu síðu. Og hérna er þetta sem ég með í biðröð og ég bara veit ekki af hverju þetta er þarna. Ég noti þennan valmöguleika mjög lítið. Hérna er bókasafni mitt þar sem að uppskriftirnar fara eins og ég kaupi eða fæ mér ókeypis. Og ef að koma svona uppfærslur á uppskriftirnar, ef að hefur komið í ljós eitthvað vilsa eitthvað, þá kemur hérna update á Available hérna. Þá getur maður smelt á það og uppfært þær uppskriftir sem að leiðréttingar eða viðbætur eða hvað sem er að koma inn á. Og hérna sjáu þið að ég hef keypt hérna 200 uppskriftir, nýbúna á stuttum tíma búin að bæta við ykkur 67 uppskriftum. Ég hef fengið 15 sinnum uppskriftir gefins sem ég hef þá unnið í hérna svona samprjóni eða ef ég hef verið að þýða að þó ég hafi fengið eða pröfuprjóna þó ég hafi fengið það sent í tölvupósti þá hafa sumir hönnuðirnir þann háttin á og þegar það er búið að gefa út uppskriftina þá gefur hann pröfuprjónaranum uppskrift inn á Ravelry sem er mjög þægilegt. Og hérna get ég bara að leita í mínu persónulega bókasafni af uppskriftum og þá get ég farið hérna Search Patterns in Library eða leitað af uppskrift í hérna bókasafninu. Og við förum bara hérna í accessory sem eru þá húfur, sjöl, vettlingar, sokkar. Þá fer mann inn á sömu uppstillingu og er þegar þú ferð inn á aðal bókasafni. Og hérna er sem sagt takað í in my library, þannig að ég sé að ég er bara inn á mínu persónulega. Og hérna valdi ég sem sagt all accessories og hérna get ég klofið aðeins niður hvað ég er að leita sérstaklega að og segjum til dæmis að ég er að leita ykkur á hendurnar af því ég er á kafi í því núna, þá get ég hakað hérna bara í all hands en tek út haki hérna á all accessories af því að ég nenni ekki að vera að moka mig í gegnum öll sjölinn og húðunar og sokkana á það. Síðan get ég bara farið hérna og haka í krossin aftur og þá hverfur þetta frá og hérna sé ég þá allt sem tilheyrir höndum og get svo bara farið inn í uppskriftina. Hérna er ég sem sagt
er þetta uppskrift sem ég hef sett inn í bókasafni hjá mér á þess að borga hana. Af því að hún er inn í bókasafninu mínu en jú, ég á hana víst. Bara ég hef aldrei opnað hana og þá kemur þetta eitthvað svona undarlega út. Ég er nefnilega, þetta er svona uppskrift sem ég hef fengið frítt án þess að áður nú fyrir sölu, sem ég ætla að sýna ykkur á eftir hvernig virkar. Og ég ætla nú að fara bara í eitthvað einfaldara, ég nenni ekki að finna út úr þessu núna. Hérna til dæmis er bara svona fríir puttalausir vettlingar og þá opnar maður bara hérna frí Ravelry download og velur download PDF og þá fer það bara í niðurhal í þeim browser sem þú ert að nota og annarkvort velur þú bara open við þegar þú ætlar að prenta þetta strax út eða eitthvað eða save file ef þú nennir ekki alltaf að fara inn í Ravelry bókasafnið til þess að ná í uppskriftina. En það var nú kannski líka gáfulegt að sýna ykkur uppskrift sem að ég veit að ég hef hérna andler mittins til dæmis og þá fer ég bara í hérna in library og þá kemur hún með download andler mittins og þá er það sama hérna, þetta er bara svona PDF skjal. Kannski að rugla ykkur eitthvað en þetta er svona, ég er nú venjulega frekar ákveðin í hvað ég er að gera og þannig að ég svo sem oftast bara kaupi uppskriftina, opna hana, prenta hana út og svo er hún alltaf bara áfram hann í bókasafninu hjá mér. En svona er þetta, er mitt bókasafn og við fyrir bara aftur inn í prófílinn hjá mér, þá er í rauninni grúpurnar mínar, ég get sýnt ykkur það á betri stað hérna bara undir takkanum hérna groups og hér eru þræðirnir sem eru mest virkir þá stundina og svo getur maður ítt hérna more þá koma fleiri upp og þetta er yfirleitt ég er yfirleitt í grúpum sem tilheyra einhverjum podcastum. Þannig að hérna, þetta snýst svolítið í kringu það og hérna er til dæmis samprjón hjá Grocery Girls, Tin Can Knits kal og Tin Can Knits eru hönnuðir sem að hanna saman mikið af fjölbreyttum uppskriftum, til dæmis peysur eru þær bara með frá ungbarnastærðum og upp í 4-5 XL og þú kaupir bara eina uppskrift af því og getur bara prjóna á alla ættina ef að því skipta. Og ef að þú ert með vettlinga eftir Tin Can Knits þá getur þú farið bara hérna niðri og smellt á reply to thread og þetta er þráður, það er venjulega tekið fram ef þetta er fyrir kláru verkefni þá er yfirleitt aldrei leiðurinn kjaftagangur þar til þess að það trufli ekki þá að fara að draga út verðlaun. Af því að ef það er mikill kjaftagangur inn á síðunni þá getur verið þrautinni þyngra að finna út vinningshafa. Af því það er ekki, í kláruðum verkefnum er aldrei dregin út ef það er eitthvað sem er bara kjaftað hann inn á því það er ekkert víst að sá hafi í raun og verið að taka þátt. En svo fer maður bara hérna í kassan hérna, image og ég fer alltaf hérna í use a project og stash photo að því ég er alltaf búin að setja verkefnið mitt inn í mína síðu áður en ég fyrir að dæla þið inn á svona þræði og þá getur bara valið sem hérna uglupokan og svo bara use this photo og svo post reply en ég ætla náttúrulega ekki að gera það og það er alltaf að setja hérna smá texta þú veist, ég notaði þetta gatn og bla 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 En það er ekki ætlast til þess að neitt svarið er með það og fer bara inn í cancel reply og það er líka hérna uppi í þræðinum er líka svona reply to thread hnappur sem hægt er að smetla á til þess að fylgjast með
svo hérna Tools, Watch, Ignore, Mark and Read. Hérna getur sem sagt hérna vali hérna Watch Thread, þá fæ ég alltaf tilkynningar ef það kemur eitthvað nýtt inn á þennan þráð, en ég náttúrulega nenni því alls ekki, þannig ég tek það bara út strax. Og þarna sem sagt grúpurnar nota maður rosa mikið því þar eru podcastar að fá gefins uppskriftir og garn og verkefnatöskur og eitt og annað svona og eru annarkvort með svona samprjóns verkefni til þess að og nota þá þessa gjafir til þess að gefa verðlaun eða þá að það er bara opnaður þráður þar sem að þú ert að svara einhver ákveðnu spurningu og svo gætir þú verið dregin út og unnið þann vinning. Og ég hef unnið eitt og annað hérna og var mjög heppin fyrst eftir ég fór að verða aktív í þessu en svo, ég er nýbúin að fá hérna 2 fríar uppskriftir hjá henni Shona Stitches, vinkonu minni hérna. Og ég er svo sem ekkert kannski meira að segja þetta. Ég ætla að sýna ykkur hérna því ég tala í 8. þættinum sem er að hlaðast inn núna að ég ætla að skoða hvað væri verið að gera til dæmis úr koi-garninu frá henni hérna Amy í Stranded Dye Works til þess að vita meira svona hvað kemur til greina að gera úr því. Ég ætla bara að prófa að setja hérna koi í leitina og sjá hvað kemur. Það kemur ekkert koið hennar en ég ætla að prófa að setja flamingo legs. Viltu skrifa hérna? Nei, jú. Tökum hérna þetta G. Þannig að ég set bara flamingo. Já, þá sjáu þið það er til fullt af flamingo garni. En mér langar náttúrulega mest að finna eitthvað frá henni en þá ætla ég bara að fara aftur hérna inn í Yarns og setja inn Stranded Dye Works. Nei, ég setja bara Stranded. Þetta á ekkert að þurfa að vera eitthvað flókið, sko. Ég er bara algjörlega að gera þetta í fyrsta sinn, þannig að þið eru bara að sjá mig, fikra mig hérna áfram hérna í þessu og ég sé ekkert, ég ætla að fara tilbaka því það er hægt að fara í svona sérhæft. Use the advanced search. Stranded, ég ætla að prófa að setja það hérna. Ég ætla bara að því ég veit að það er fullt hérna. Stepp Austermann. Og hérna kemur svona, svo hundin hérna þá er hún ertu að leita að þessu. Austermann, 290 tegundir frá Austermann en að því hann er bara í steppinu þá er það bara alveg nóg. Og hérna til dæmis fær maður pínu upplýsingar. Hérna er til dæmis verið að nota stepp Austermann í 8702 verkefni. Og þá getur bara smellt á það og þá kem ég inn í hvað fólk er að nota þetta í. Og það er náttúrulega mestmegnis sokkar en það er líka hanskar og hérna sjöl og ég er náttúrulega að nota þetta í peysu og hérna er ein peysa
og ég hef notað þetta mikið í sjöl til dæmis. Þannig að hérna getur maður fengið innblástur og hér til dæmis Waiting for Rain sem var ekki samprjónsal á svölum sjölum í sumar. Og þá getur bara smellt á það og þá fer ég bara inn í uppskriftina líka, sko, sé ég hana. Ég er náttúrulega á hana, búin að gera hana. Þannig að þú veist, þetta leiðir mann svo ótrúlega mikið áfram að þetta bara þvílíkt þægilegt þegar maður búin að venja sig á að nota þetta og búin að finna út hvað hentar manni. En þarna segja ég var bara að fikta, að finna út, veist, og það gerist ekkert þó maður klúður einhverju, sko. Nú, svo þetta sem kannski fólk hefur mestan áhuga á, það eru uppskriftirnar, hvernig ég finn mínar. Ég yfirleitt alltaf bara með haka hérna í knitting, af því ég er lítið að hekla og ef ég er að hekla þá bara vel ég það. Og svo fer ég hérna til þess að athuga hvort að nýjar uppskriftir séu fríar í einhver tíma eða bara það sem heitast í dag, ég er það þarna inni. Að þá fer ég í þetta hérna, Hot Right Now og þá fer ég inn á síðu þar sem að vinsælustu uppskriftirnar eru og hérna í fyrsta sæti hérna Center Street sem að ég sótti mér í nótt held ég. Hún ótrúlega falleg, hún þetta munstur á bakinu og svo bara slétta framan. Og þetta mjög þykkt gafn sem ég nota hérna en hún fljót prjónuð og hérna stendur bara this pattern is available for free og það þarf ekkert að gera. Þannig að þá vil maður bara strax að setja hana in my library og hérna en hún komin hjá mér þangað þannig ég get svo sem ekki gert það hún þarna. Og hér önnur falleg peysa og hérna sem greinilega hún nýkomin inn og búin að rjúka upp og hér oft ef þetta gert í samkurli við eitthvað litara eða hérna prjóna, garnframleiðanda þá hægt að kaupa svona kit saman uppskrift og hérna garnið. Og Stephen West, hann setti inn þessu uppskrift heldur bara í gær og hann komin í 3. sæti, enda ótrúlega vinsæll. Ég reyndar, eins og ég hef sagt okkur, prjónaði yfir mig á honum hérna fyrir ári síðan, rúmu. Já, það verið komin 2 ár. Þannig að mér finnst þú gaman að horfa á hvað hann að gera en ég hef engan rosalega áhuga á að prjóna eftir hann eins og Ekki svona sem svona skrítið. Ég ekki þar núna. Ég ekki þýða neitt núna. Hérna svona hálskragi. Ég að reyna að finna eitthvað sem svona frítt tímabundi. Hérna til dæmis, þú getur fengið 50% afslátt af þessari uppskrift til 21. nóvember og notar þennan kóða Maori Christmas. Og þá fer maður bara til þess að fá afsláttinn, þá fer maður bara, og líka ef maður þarf að fara þessi leið til þess að fá uppskriftina fría, þetta nákvæmlega saman ferli. Ef það eitthvað svona hvað að nota kóða, þá þarf það að láta eins og sért að fara að kaupa hana, með því að þetta hérna buy it now. Síðan smellur hérna use a coupon code og þá opnast hérna fyrir hann. Og þá setjum við bara hérna inn Maori Christmas og veljum svo apply. Og þá sjáum við að upphæðin lækkar hérna niður í 1,5 evru og svo fer ég í checkout now ef ég ætlaði að kaupa hana. Og ef þetta hefði verið bara frítt þá stæði bara 0 hér og þá myndi ég smetla á checkout now og þá hún komin í bókasafni hjá ykkur. Þetta stundum ferli þannig að það eins og hún ætli með það inn á hérna PayPal eða eitthvað svoleiðis en það ekki ekki raunin. Og hérna ég fer bara í körfuna mína. Ég með 32 hluti í minni körfu en þetta bara svona eitthvað sem ég ekki búin að ákveða með hvað ég ætla að gera með.
og hérna er þetta sem við vorum að eiga við og að því ég ætla ekki að kaupa þetta þá fer ég bara hérna í delete í X-inu. Hér eru til dæmis sokkar eftir Tabitha Gandhi sem er önnur systirinn í Hey Sister podcast sem er mjög skemmtilegt podcast og hún er búin að gefa út hérna 3 sokka og er með þessast 20% fastan afslátt bara af öllum uppskriftunum til 21. nóvember og þá þarf maður ekkert að setja þetta hérna kúpon inn í það sko og ég er með hérna eitt og annað inn í minni verslunarkörfu og þetta gerir engum að liggja þarna sko en svo ef ég fer bara aftur hérna eins og ég gerði með ykkur áðan og ég er að reyna þar svo er hérna á þetta 25% off no coupon code needed þá er bara kemur afslátturinn þegar þú ferð í ferlið þá kemur hann bara sjálfkrafa inn og ef hún er boðin frí í stuttan tíma þá verður maður að fara í þetta ferli. Það er ekki nóg að fara beint í að setja hana bara inn í bókasafn af því að ef hún verður svo til sölu eftir einhver tíma þá þarftu að kaupa hana ef þú hefur gleymt að fara í þetta ferli. En það er svo sem þú veist hefur alveg komið fyrir og það er bara í góðu lagi af því að þetta er nú ekki það kannski mikið að ég var að borga á einu ári fyrir 600 uppskriftir. Já, nei. Hérna svo er pattern highlights og þetta eru bara uppskriftir sem eru að koma inn. Þú getur séð þannig að þetta sérst hefur komið inn núna í dag, sunnudaginn 19. nóvember, þessar 3 ár. Sjáu hérna er Walk It eftir hann Stephen West. Hún kom bara inn í gær og er komin í 3. sæti. Caitlin Hunter, þessi sem ég er að gera peysur og sjál svo. Ég komið hérna með nýtt fallegt sjál, fullt af fallegum sokkum og mikið svona hlýja, cozy húfur og stóra peysur og svona notalega hluti á þessum ástíma eins og gefur að skilja og hérna getur þú farið aftur einhverja daga til þess að sjá hvað er nýtt að koma inn. Hérna er mín saga, hérna getur séð hvað ég er búin að vera að fara inn á að skoða og það er hérna þetta sem við höfum verið að kíkja á og hérna já þá sjáu þið bara hvað ég hefur verið að bauka eða þið sjáu það náttúrulega ekki, þið sjáu það bara núna. Svo er hægt að fara í að leita hérna use the pattern browser and advanced search og þetta er svona þarna ferð bara inn í allt bókasafnið, þarna er það sem er inn í þínu bókasafni og í stóra bókasafninu. Ég get valið hérna hugmynd er frí þá breytist aðeins landslagið. Kíkjum hérna á þessa fallegu neftupeysu og hún frí og auðvitað fá okkur hann, hún er falleg. Ég get kannski prjóna hana bara þegar ég er komin á dvalarheimili. Add to library. Þá var ég hana bara núna líka. Og hérna mér að segja, sko svo oft eru það skráðar fríar af því að þær eru inn í uppskriftabókum sem er ekki aðgengilegar á Ravelry en þá er eins og þessi gæti ef hún væri PomPom þá er bara fær maður í þennan link þar sem stæði þá PomPom til þess að fara inn á sölu síðuna þeirra og svoleið sko. Þessi líka cozy. Og sko, maður getur bara dælt inn á sitt eigið bókasafn af því það, þú veist, það er engin lögga að fylgjast með þú sért alveg að fara yfir í að fá þér fallegar uppskriftir, sko. Maður á aldrei of mikið af fallegum uppskriftum eða fallegu gafni, það er bara staðreynd.
Sammála. Herðu, og svo hægt að fara bara eins og þegar ég sýndi ykkur inn í mínu bókasafni. Þið getið farið hérna í þetta, farið í svona hérna dúkkuföt og þetta sérst allt fríar uppskriftir, frí dúkkuföt. 1942 fríar uppskriftir af dúkkufötum. Og svo hægt að fara hérna bara alveg í sérst átt að vera munstrað eða þú veist hvað má vera í þessu, á að vera vasi, þú veist átt að vera hneft, þá haka maður bara í það sem maður passar við og svo notar maður alltaf þennan til þess að fara út úr því en hakið helst inni. Ég var smástund að fatta það. Hérna getur þú valið fyrir hvað aldur þetta er. Og þetta náttúrulega hérna meira og minna með allt við dúkkur en það greinilega alveg hérna, þú veist, fyrir fyrirbura og nýfædda og þess að 5 fyrir fullorðna. Nú, svo hérna, garnið, hvaða átt að vera úr fínu garni eða átt að vera úr grófu garni, þá bara hakkar í viðeigandi og ef þú átt bara eitthvað ákveðið mikið af garninu þá getur þú bara merkt það hér og svo hérna litirnir, hvað þú vilt 1, 2, 3, 4, 5 liti og hérna þetta hægt að sækja þetta inn í bækur eða blöð eða vefsíður og svo eru prjónastærðirnar hérna fyrir neðan og heklunálarnar ef þetta er heklunál og svo hvaða tegunda garn er þetta gervigarn, er þetta angora, merino, þetta er allt, þú veist, maður getur alveg farið niður í þvílík smáatriði og svo hérna að það er bara margir sem að geta ekki prjónað eftir enskum uppskriftum en geta þá prjónað eftir dönskum til dæmis og maður segir hérna 8 íslenskar í þessum dúkku heimi og ég valdi bara hérna danskt og fer bara hérna return to top og þá eru þetta allt uppskriftir sem eru líka eða annarkvort bara á dönsku eða líka á dönsku, það er oft samhliða ykkur öðru tungumáli. Þannig að ef þið þurft hafa ykkur fleiri spurningar þá endilega setja þér hérna fyrir neðan þetta vídeo og ég mun annarkvort reyna bara að svara þér beint þar eða þá að koma með þá lítið innskot við komandi þætti. En þetta náttúrulega er að detta í hérna komið í 38 mínútur og það er bara orðið yfirdrifið og ég mun hlaða þessu upp væntanlega í kvöld. Þannig að ég vona að þið hafa eitthvað gagn á þessu og hérna þetta nýtist ykkur eitthvað og eins og ég segi, fleiri spurningar þá bara skjótið þeim á mig og við sjáum hvort við getum ekki fundið eitthvað út af því. Takk fyrir!